Eftir hrunið hefur komið fram hörð gagnrýni á ýmsa viðskiptahætti þenslutímans og bent hefur verið á siðrof á mörgum sviðum. Þetta rannsóknarefni við háskólann. Mér fannst vera svolítið áhugavert að sjá það raunverulega hvað fólk var og þeir kannski sem stjórnuðu bönkunum eða voru í forsvari fyrir mörg þessum fyrirtækjum voru kannski lítið meðvitaðir eiginleika þessa samfélags, smæðina, hvað raunverulega þetta samfélag þolir. En það að vera ábyrgur náttúrulega í fyrirtækjarekstri eða hvar sem einmitt að vera meðvitaður það samfélag sem maður í og hvað maður getur lagt á það, ef svo má segja. Og ég held að þarna hafi komið fram að fólk hafi kannski farið svo mikið fram úr sér að það gleymdi raunverulega þessum grundvallar atriðum. Því að það að vera samfélagslega ábyrgur, sem náttúrulega eitt mjög svona mikilvægt siðferðilegt hugtak í viðskiptalífinu og viðskiptasiðfræði, það að vera meðvitaður margs konar skyldur fyrirtækis. Ekki bara við eigendur, heldur við viðskiptavini, við lánadrottna, við fjölmarga aðila, starfsfólk og svo framvegis og svo náttúrulega við samfélagið sjálft. Siðferðisleg gildi hafa verið tengd umræðunni fall bankana. Salvör Nordal var í nefnd sem rannsakaði hvort skýringar á falli bankana hefði að einhverju leyti mátt finna í starfsháttum þeirra. Það sem við sáum og hefum lagt talsvert áherslu á í okkar skýrslu það að það svona kannski mikið virðingarleysi við reglur sem var svona algengt innan bankakerfisins og kannski víðar í samfélaginu. Það held ég kannski að sé mál sem varða kannski svolítið okkar samfélagslegu menningu eða ef svo má segja að við höfum kannski almennt séð ekki verið mjög löghlýðin eða tekið reglur og lög mjög alvarlega. Við höfum verið tilbúin til þess að sveigja þau og beygja og finnst það kannski vera hindranir frekar en að við lítum á markmið laganna og mikilvægi þeirra og náttúrulega siðareglna í því að leiðbeina okkur góða starfshætti. Þannig ég held að við þurfum svolítið að huga þessu sem samfélag. Hvernig við aukum við virðinguna fyrir lögum, því það tómt mál raunverulega að setja reglur, lög, siðareglur ef fólk ætlar ekki að fara eftir þeim.